fyrirgefðu heilmikið að vera ég heldur betur þessa helgina hjá ykkur í ungmennafélagi Íslands 50+. Já, þetta stóri dagar framöndan og skemmtilegt mót og frábært fólk sem að sæki þennan viðburð. Já. Þannig að við erum mjög kátt á þess. Þetta nú ekki nýtt á nálinni, þið hafum nú haldið þetta nokkuð skiptið ekki? Jú, við heldum þetta fyrst 2011 á Hvammstanga og þetta er þess 7. móti sem við höldum fyrir sem við kallum 50+, fyrir 50 ára og eldri. Og farið þá svona vítt og breytt landi með mótið eða? Já, þetta er bara sama fyrirkomulag og önnur mót hjá okkur að það eru sambandsaðilarnir og sveitarfélag sem sækja mótin og stjórnum með því síðan útlutar þeim til sveitarfélag og héraðssambanda og þannig að HSK er mótsaldari þessu sinni með mótstæðin í Hveragerði. Og eru margir keppendur búin að skrá sig til leiks og ennþá opið fyrir skráningu? Það er sjálfsagt hægt að skjóta sér inn í einhverja greinar, sumar er bara fullar búið að loka en það eru komnir bara 500 þáttakandur sem eru skráður á þetta mót. Já, sem er bara ljómandi gott. Hvorki meira inni minna? Nei, þetta er bara skemmtilegt og keppnin byrjaði núna klukkan 10. Já. Þannig að þetta er farið af stað og svo er þungin svona á morgun, laugardag, þá eru flestar greinarnar í gangi, þannig að við byrjum svona rólega í dag og erum með mótsetninguna í kvöld í íþróttahúsinu klukkan 8 og það er svona ágætt bara að ítreka það að þar er opið fyrir gestir og gangandi, þannig að það er allir velkomið, ekki bara endilega þeir sem eru að taka þátt í mótinu en líka bara íbúar í Hveragerði og nágrennis og allir velkomið. Og heilmikið línudans verður þarna sig í fyrsta atriði? Já, og við verðum með að verða svona hátíðleiki yfir mótsetninguna, það er mikil tónlist og fimmleikasýning og við erum með síðan línudansinn sem er keppniskir á mótinu, hún fer fram í kvöld á mótsetningunni og það verður danssýning hjá eldri borgurum og mikið húlumhæpar og gaman. Svo sé ég hérna eina grein sem þið kallir Ringo, hvernig getur útskýrt það fyrir okkur? Já, það er spennandi grein. Það er, skal ég segja, þetta er þannig, þetta er spilað á Blakvelli og við spilum með litla hringi í staðinn fyrir blakbolta. Já. Og það eru 2 hringir í gangi og liðin kasta upp jafnt og maður á að grípa og kasta strax tilbaka og reyna að koma hringnum í gólfið hjá anstæðingnum. Já. Þannig að þetta er ekkert ósvipað blakinu sjálfsins nema aðeins aðra reglur og einfaldara og hægara getur við sagt og frábært fyrir þennan aldurshóp og miklu fleiri. Þetta er skemmtilega greinar þegar fólk fer að stundana. Já, ég sé að þið eru með alltaf skemmtilega greinar þarna. Það er eitthvað sem heitir líka bókakast. Já, þetta er svona við erum með, við sem mótsaldari þá erum við með þessar hefðbundnu íþróttagreinar sem er gert í. Síðan erum við með til hliðar svona óhefðbundnar keppnisgreinar sem eru þá pönnukökur, bakstur, það er jurtagreining, fuglagreining, stígvélakkast og svona sem að er nú getum að satt svona meira til að hafa gaman af, þó við höfum gríðarlega gaman af öllu. Og svo í þriðalagi eru það alls konar viðburðir og greinar sem að samfélagið og fyrirtæki og einstaklingar í samfélaginu hafa sett upp og það er meðan annars þetta bókaflipp eða bókakast. Þannig að það er svona ekki á okkar vegum en er inn í dagskráni bara, þannig að við erum að ná í dagskráliði hérna í samfélaginu og setja inn í okkar dagskrá sem að stækkar hana og bara gerir skemmtilega. Þannig sem margar greinar sem er bjóðið upp á hérna. Það er töluvörður fjöldi af greinum. Við erum tæpilega 20 keppnisgreinar Já, og ég sé líka hérna crossfit, það er alltaf svona fullorðins, eins og við segjum. Já, við erum með það og utanvega hlaup og þríþraut og strandlag. Þetta eru Já, 50 í rúlingar, þetta er engin aldur, það er nú margir í. Nei. Fólk sem er bara, fólk 50 ára og pluss og langt upp er bara mjög vel á sig komið mjög margt og er að hreyfa sig reglulega og það er svona af sem áður var sem betur fer og fólk er bara vel á sig komið
og við erum að svona hægt og bítandi að sækja í þennan yngri aldurshóp, ef maður segir svo, 50 til 65. Og það mun kannski taka okkur einhver tíma að ná honum inn, en við svona hægt og síðan erum að vinna því að hafa hann á mótinu og þetta er svona, meiri hlutin er í eldri kantinum á þessum móti hjá okkur, en þetta er auðvitað fyrir alla 50 ára eldri og við erum að vinna því að ná meira til þessara yngri hópa. Og talandi aldur, hver er svona aldursforsetinn, hvaða aldur er það? Aldursforsetinn er akkurat að keppa núna í fullu fjöri og hún er hvorki meira en minna en 95 ára. Já, þessi elska. Já, þetta er æðislegt. Og bara það, við vorum að fylgjast með henn áðan og hún er svo flott og fyrst að það er bara það eru bara forréttindi að fá að fylgjast með svona fólki sko. Já, líka gaman fyrir þetta fólk að geta tekið þátt í svona mótum og líka, það er líka bara félagskapurinn og þetta er ekki bara íþróttirinn og það er líka bara hittast og hafa gaman. Já, nákvæmlega, þetta er hárrétt sem þú segir að við höfum svona kannski verið að færa okkur aðeins meira inn á það, þennan félagskap og þetta að koma og hittast, setjast niður og syngja saman og dansa. Já. Það verður skemmtun á Hótel Örk annað kvöld. Það sem við gerum okkur glaðan dag og skemmtum okkur. Það er einmitt fyrir henni aldursótt ekki síður, bara gaman að koma saman og njóta þess að vera til. Alveg yndislegt. Þetta er flott, Tómas Bragi Stefánsson, framkvæmdastjóri þessa móts, Ungmennafélags Íslands, 50 ára pluss í Hveragerði sem haldi núna helgina. Ég segi bara gangi ykkur vel og bara kæra þakkir fyrir spjallið. Bara takk kærlega fyrir þetta og við bara eins og segi hvetjum fólk til að renna í Hveragerði og kíkja á skemmtilegt mót og yndislegt fólk. Ekki spurning, ég tek undir það heilsugar. Góða helgi til ykkar. Já, takk sömuleiðis. Blessaður.